Það búið að vera gríðarlega umræð saltvatnspotta og ég ætla að sýna ykkur hvernig saltvatnspotta virka. Þetta hérna salt, þetta notum við í saltvatnspott og þú setur salt í pottin bara einu sinni þegar þú setur nýtt vatn í hann. Og þetta bara alvöru salt úr Dauðahafinu og potturinn býr til klór úr saltinu. Þannig að þegar þú búin að setja salt í hann, eða vatn og salt, þá eina efni sem notar pH- til þess að lækka sýrustig í vatninu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig það virkar. Hérna erum við með í Spabo-appinu, saltvatnspottur, þá þetta pH-gildi. Það aðeins svo hátt, þannig ég þarf aðeins að lækka það. Og til þess að lækka það 1 punkt, þá set ég 1 teskeið af pH- til þess að lækka það. Og það mjög mikilvægt að hafa sýrustig lágt. Þannig ég kveiki á dælunni hér í appinu. Og við skulum sjá hvort að sýrustigið lækki strax. Þannig að það sem ég ætla að útskýra fyrir ykkur saltvatnspottur og klórpottur. Þannig að eina efni sem við notum pH- í þessu, fylgjumst bara vel með þessu í appinu. Og hann mjög fljótur að lækka sig. Hann búinn að lækka sig. 20 sekúndur. Nú förum við í hérna klórpottar. Ég ætla að sýna ykkur mun á klórpottum. Sko, fyrir mig ekkert mál að halda vatninu hreinu í klórpotti. En maður þarf að kunna hvernig maður heldur vatninu hreinu. Til þess erum við búin að gefa út svona leiðbeiningar. Þetta á netinu og ef þú kemur í verslunum til okkar þá gef ég þér svona og þetta til að sýna hvernig hægt að halda vatninu hreinu. Og þetta alveg bara númer 1, númer 2, númer 3, númer 4, þetta alveg í rétti röð. Og svo bara texti og það útskýrir nákvæmlega hvað það átti að gera. Ef þú fer eftir þessu, þetta alltaf með tandrýmplan. En til þess að halda klórpottir hreinum þá þurfum við öll þessi hérna efni. Þannig að við þurfum klórtöflur sem við setjum þá alltaf í flotholti hérna. Fyllum bara þetta töflum. Svo þurfum við, fyrsta sem við gerum, við þurfum alltaf að mæla vatnið. Hvernig sýrustigið hvernig klórin og við ætlum bara að sýna ykkur þetta eldsnöggt hvað maður gerir. Og tökum við svona testrimla, setjum hún í pottinn, teljum upp á 10 og berum saman við, hérna sjáum við efst OK, þetta fjólublátt. Ég með þetta svona í efri mörkum, þannig ég ekki að setja mikið klór í, eða bara enga klór í viðbót. Klóri má aldrei fara niður í þetta 0 hérna. Ef það fer niður í 0, þá potturinn skítur, það verður bakteríur grassirandi í honum. Svo þurfum við að taka pH-gildið. Og ég nú hann að sjá illa. Ég sé í þessum potti hérna, þá pH-gildið of lágt. Þið sjá hvað gult hérna. Þannig að þessi pottur þarf að vera einhvers staðar hérna milli 7,4 til 7,6. Þannig að hérna þyrfti ég að hækka pH-gildið. Og hvernig ger ég það? Þá notaði ég til að hækka, þá notaði ég pH+, alveg rétt hjá. Og þá setjum við erum alltaf að vinna þetta bara með teskeiðar. Þannig að 1 teskeiða pH+, skvetti bara út í vatnið og læt dælunar af stað. Þú getur líka, ef þú setja pH í pottin eða klór, ég get alveg notað það núna, það ekkert mál. Ef hins vegar pH-gildi hefur of hátt, ég þarf að lækka það, þá notaði ég pH-, alveg rétt við þér líka. Það sem við þurfum að gera líka með klór að klórdryppa bakteríur. Þetta losaði við bakteríunar. Þannig við notum þetta þá einu sinni í viku. Og það 1 tapp af því. Svona góðu tappi. Meira ef þú nota pottin mikið. Og lætum dæluna ganga. Sjá. Og ég get alveg nota pottin þótt þessi nýbúin að skvettu síðan. Það ekkert mál. Það gefur svo bara 1-2 mínútur. Og þetta blandast bara vel í, þetta fljótubleisanlegt. Og ég get notað það. Þannig að sko, það sem við gerum það, fyrsta sem við gerum, við mælum hvað við eigum að gera, stillum pH-gildið, fyllum klór og notum pottarhessir. Svo þurfum við að hreinsa síurnar vikulega.
Þetta það sem við þurfum að gera við klórpotta. Þarna sáum við líka hvað saltvatnspottar eru auðveldir í notkun. Bara eitt efni, app í símanum og fólk bara komið í það að vill velja það besta, þægilegasta og hvað ég með heima af mér. Ég með saltvatnspott, þó svo ég vinni í pottabúi þá bara nenni ég ekki að hugsa pottin heima. Ég skipti síður á svona 5 mánaða fresti, 4-6 mánaða fresti og þá setjum ég nýtt salt, skiptum vatn og setjum nýtt salt og nota sér bara pH-. Smá fræðslu saltvatnspotta. Ef þið viljið fá frekar upplýsingar getið senda okkur post á heitirpottar eða á hann son minn, hann ari@heitirpottar.is. Hann kvikmyndatökumaðurinn í þessu vídeói og símanúmer 777-2000 eða 777-2002 hjá Ara og við erum á Fossási 13 og svo heimasíðan heitirpottar.is og hann Ari sér alveg það. Það Geri? Jú. Já, nú tökum við svona selfie á okkur hérna. Ég sé heimasíðuna. Já. Svo erum við saman að sjá sýningarsalinn. Já. En við getum sýnt ykkur smá brot af sýningarsalnum, hérna í restina. Já. Það nóg til. Það nóg til. Hérna til dæmis saltvatnspottur sem við vorum að taka inn. Hvítur mest seldi liturinn í rafmagnspotta heiminum. 60% af seldu pottum hvítir. Hann ekki mest seldu á Íslandi, ég skal bara segja ykkur það. En hann ógeðslega girnilegur og hreinlegur. Sumir segja, sést allt í honum. Já, þá fjarlæðum við það. Eða kemur sandur eitthvað með rungarunum. Þannig að þetta geggjuvara. Sjáu hérna, við erum með svona saltvatnspottalínu. Það sýnaði hérna þetta kraftbesta nuddið í heitnum potti. Heitir SDS. Það þýðir super duper seed. Að þessi pottur ekki í gangi, við vorum að setja vatn í hann. Þá förum við í næsta pott. Það hérna. Hérna spes. Það spes takki hérna sem heitir SDS. Hérna, SDS. Og ég kveiki á honum. Það kemur hérna í horni, hérna eru 6 nuddstútar. Þetta rock'n'roll sko. Sjáu bara höndina hvað hún hérna sveiflast til. Þetta alvöru nudd. Þetta köllum við super duper seed. SDS. Bara kalla þetta gott í dag. Já, fínt í dag. Þangað til næst.